Íslenskur læknir sem stýrir sjúkdómavörnum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu segir of snemmt að segja til hvort bráðalúnabólgan sem nú geisar í Asíu verði að alheimsfaraldri. Formaður Samfylkingarinnar segir að tölur frá fjármálaráðuneytinu staðfesti að það reikni með aukinni skattbyrði á þessu ári og því næsta. 2 létust og 100 áhangandi tveggja argentískra knattspyrnuliða voru handteknir eftir að slagsmál brutust út meðal þeirra páskahelgina. Gott kvöld, það komið að seinni fréttum sjónvarpsins. Íslenskur læknir sem stjórnar sjúkdómavörnum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Evrópu segir mikla ógn stafa af hárri sýkingatíðni meðal heilbrigðisstarfsfólks þar sem bráðalúnabólgunnar hefur orðið vart. Svæðisskrifstofa Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar hefur aðsetur hér í byggingunni fyrir aftan mig í austurhluta Kaupmannahafnar. Hér eru teknar margar af mikilvægustu ákvörðunum þessa heimshluta í heilbrigðismálum og meðal þeirra sem hér á ríkjum Íslendingurinn Guðjón Magnússon. Hann hefur farið fyrir sjúkdómavörnum í Evrópu frá því í ágúst síðastliðnum. Guðjón starfaði árabil hjá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu á Íslandi áður en hann tók við rektorstöðu Norræna heilbrigðisháskólans í Gautaborg. Það sem kemur mest á óvart eiginlega hvernig heilbrigðismálin og lýðheilsan lítur út í Evrópu. Það alveg ótrúlega miklar öfgar í þeim málum, allt frá því albesta sem hægt að finna í heiminum. Velsæld veruleg í stórum hluta Vestur-Evrópu, en svo aftur mjög grimm fátækt víða annar staðar í Austur-Evrópu sem setur mikil svip á lýðheilsuna. Guðjón segir að meðal stærstu verkefna deildarinnar sé að hamla útbreiðslu berkla og alnæmis sem hafa breiðst út mun hraðar í Austur-Evrópu en annar staðar í heiminum á undanförnum árum. Auk þess stofnunin sífellt á varðbergi gagnvart nýjum smitsjúkdómum, nú síðast bráðu lungnabólgunni sem hefur orðið meir en 100 manns að aldurtila í Asíu. Við fylgjumst afar vel með því sem þarna að gerast. Fyrir viku þá hélt ég að þetta væri svona frekar að hjaðna. Það virðist ekki vera að gerast. Það einfaldlega of margir lausir endar í þessum máli ennþá. Okkur stendur líka ógn af því hvað það virðist vera há sýkingartíðni meðal heilbrigðisstarfsfólks sem annast sýkta einstaklinga. Svo að það er einfaldlega of snemmt að segja til það hvort að þetta verður alheimsfaraldur. Formaður Samfylkingarinnar segir í tilkynningu sem send var út nú undir kvöld að í bréfi frá fjármálaráðuneytinu í dag sennilega skattbyrði hérlendis árið 2003 og 2004 komi fram að ráðuneyti reikni með því að á þessu ári og því næsta þyngist skattbyrðin miðað við árin 2002 og 2001. Formaður Samfylkingarinnar fór fram á að fá tölur ráðuneytisins þróun skattbyrði þar sem grunn upplýsingum þetta hefði verið sleppt í nýrri þjóðhagsspá. Það kemur í ljós að það sem að ég og aðrir þingmenn Samfylkingarinnar hafa verið að halda fram að skattheimta hins opinbera hefur verið að hækka á við rök að styðjast. Og það sem kemur auðvitað fram það að okkur hefur tekist að draga björninn Geir Haarde fram úr hýðu sínu og hann ekki lengur að reyna að blekkja fólk með því að fela þessar staðreyndir. En það hafa þeir verið að gera hingað til. Hvaða tölur eru þetta þá að þú segir? Já, það kemur fram að á þessu ári þá skattheimtan hærri, hún verður 38,5% sem hærra heldur en í fyrra, þegar var ríflega 37% sem hlutfall af landsframleiðslu og töluvert miklu hærra heldur en þegar þessir herramenn tóku við árið 1995 þegar hún var rétt ríflega 33%. Össur heldur því fram að fjármálaráðherra hafi reynt að fela tölur skattbyrðina því að þær sýna að hún fari vaxandi. Hann segir ennfremur að sjálfsagt sé að birta tölur sem þessar. Til þess að skattborgararnir geti sjálfur dæmt það hvor hefur rétt fyrir sér, Samfylkingin eða Sjálfstæðisflokkurinn. Og meðan að þessir útreikningar voru á hendi þjóðhagsstofnunar sem að forsætisráðherra lagði niður í bræðiskasti, að þá fylgdu þessar töflur á sjálfsögðu. Það voru menn ekki svona feluleik sem stappar nærri því að vera blekkingar iðja. Ekki náðist í Geir Haarde fjármálaráðherra vegna þessa nú í kvöld. Frjálslyndi flokkurinn þriðji stærsti stjórnmálaflokkurinn í landinu og bætir við sig fylgi í nýjustu könnun Fréttablaðsins sem framkvæmt var á laugardaginn. Sjálfstæðisflokkur og Samfylkingin tapa fylgi og ríkisstjórnin fellur samkvæmt þessum niðurstöðum. Úrtakið var 1200 manns og var hlutfall jafnt á milli kynja og kjördæma eftir fjölda kjósenda. Svar hlutfall í könnuninni ekki gefið upp en tekið fram að 26,2% séu óákveðnir eða neiti að svara. Sjálfstæðisflokkurinn tapar 3,8% frá því í skoðanakönnun Fréttablaðsins fyrir viku og mælist fylgi hans nú 35 af 100.
Samfylkingin tapar 2% og fylgi flokksins nú rúmlega 29%. Vinstri grænir bæta við sig, flokkurinn mældist með 7,4% fyrir viku en 9,5% nú. Framsóknarflokkurinn fer úr tæplega 9% í 11,8 sem mesta aukningin tæplega 3% stig. Frjálslyndi flokkurinn samkvæmt könnuninni þriðji stærsti flokkurinn í landinu og fylgi hans tæplega 13% en mældist 10,5 fyrir viku. Samkvæmt þessum niðurstöðum fengi Sjálfstæðisflokkurinn 23 þingmenn ef kosið væri nú, Samfylkingin 19, Frjálslyndir 8, Framsóknarflokkurinn 7 og Vinstri grænir 6. Félagsmálaráðuneytið hefur fyrir hönd fjölskylduráðs skrifað undir samning við Rannsóknastofnun Háskólans á Akureyri gerð svonefndrar fjölskylduvogar. Þessari vogar ætlaði að vera safn lykiltalna, nokkurs konar vísitala fjölskyldumála í landinu. Skrifað var í dag undir fyrsta áfanga þessa verkefnis. Hérlendis upplýsingar lífsskilyrði fólks, aðstæður þess og ýmislegt sem tengist velferð af skornum skammti. Fjölskylduvogin ætlað að bæta forsendur opinbera aðila til að styrkja fjölskyldur í landinu. Hugmyndin með þessu sú að hafa á einum stað aðgengilegar upplýsingar það hver þróunin á hverjum tíma. Ekki einungis þetta gagnlegt fyrir landstjórnina og innan almennu umræðu heldur getur þetta líka gagnast einstökum sveitarfélögum. Ýmsar þeirra upplýsingar sem hér ræðir eru þó þegar tiltækar þótt annarra þurfi að afla. Þetta auðvitað spurningin það að stilla þeim upp saman í eitt mælitæki. Ýmislegt í þessu verkefni verður litið til reynslunar af slíku annar staðar. Svíar hafa verið í nokkur ár með þetta sem þeir kalla velferðarreikniskil. Það í raun og veru mjög svipaður hlutur og við munum líta mjög til vinnu þeirra við þessar hluti. Greta segir þetta verkefni hafa mikið gildi fyrir Háskólann á Akureyri sem raunar hafi fyrr unnið að málefnum sem varði sveitarfélögin. Við erum svona ekki alveg nýir í þessu og erum fullir áhuga. Ætlunin að vinna við þetta verkefni í heild sinni verða fullu lokið á næsta ári. Eldri borgarar í Borgarfirði sitja ekki með hendur í skauti þessa dagana útdeila þeir minningarbrotum þjóðlíf fyrri tíma og þar kennir ýmissa grasa. Sýningin sem ber yfirskriftina Munir, myndir og minningar var opnuð í Hótel Reykholti á skírdag og stendur til 27. apríl. Það félag aldraðra í Borgarfjarðardölum sem stendur að sýningunni en félagsmenn hafa á undanförnum árum tekið sig saman að varðveita minningarbrotum horfna þjóðhætti. Á sýningunni meðal annars að finna ýmis áhöld og verkfæri til heyskapar og jarðyrkju, reiðtígi og ýmsa nytjahluti úr búri, eldhúsi og baðstofu. Þá má nefna ýmiss konar handavinnu frá fyrri tíð og ekki síður nýlegt handverk eftir eldri borgara í Borgarfirði. Flesta sýningadagana boðið upp á dagskrá þar sem að yngsta kynslóðin leggur þeim eldri lið með ljóðalestri en gamalreyndir leikarar úr héraðinu leiklesa brot úr þekktum verkum sem sýnt hafa verið í Borgarfirði á undanförnum áratugum. Meðal þeirra sem þar koma við sögu eru Jón Bóndi, Kerlingin og Vilborg yfirsetukona úr Gullnahliðinu. Jón minn, syngdu þennan sál með þér, Vilborg. Hann má til með að vakna mögulegt. Þarft þú ekki að sjá textan líka? Já, ég held ég kunni nú sálminn þann alla herrans í eina huggun mín með sínu lagi. Og yfir í allt annað. Tveir Ástralar sem kalla sig Puppetry of the Penis eru komnir til Íslands og halda 4 sýningar í Austurbæ í Reykjavík næstu daga. Skemmtiatriði þessara kumpána gengur út á að sýna ýmis tólabrögð, sem sagt bregða á leik með kynfæri sín og mynda ýmsar fígúrur og fyrirbæri. Þannig heita atriðin ýmsum nöfnum svo sem Hamborgarinn, Eiffelturnin og Loch Ness skrímslið. Félagarnir hafa sýnt víða í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, meginlandi Evrópu, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Þeir hafa einnig komið fram í þáttum bandarísku sjónvarpsmannanna Jay Leno og David Letterman. Þeir félagar segja að þetta snúist allt að skemmta fólki og fá það til að hlæja. It's a very popular show all around the world. Anywhere where the people have penises. And do you never get tired of this? I don't think you can ever get tired of it. It's a thoroughly enjoyable way to make a living, playing and making installations with your penis. Og þá það viðskipti í Kauphöllinni sem voru með minnamóti í dag 1,5 milljarður. Úrvalsvísitalan lækkaði og 1415 stig. FTSE-vísitalan hækkaði 0,7% og Dow Jones og Nasdaq hækkuðu báðar tæp 2%.
Gengisvísitalan lækkaði 0,12% og 119 stig, krónan hefur því styrkst sem því lítillega. Dalurinn féll og tæpa 76 krónur, evran 83 krónur og að síðustu pundi sem 119 krónur. Það var það sem var helst í fréttum okkar klukkan 7. Þorfinn Ómarssyni fyrrverandi forstöðumanni Kvikmyndasjóðs var óheimilt að úthluta styrkjum úr sjóðnum skömmu áður en hann lét af störfum samkvæmt skýrslu Ríkisendurskoðunar. Alltaf 10 starfsmenn Búnaðarbankans, þar af 4 framkvæmdastjórar hafa ráðið sig til starfa hjá Landsbankanum. Bankastjórar Landsbankans verða framvegis 2. Auknar ráðstafanir eru nú gerðar víða heim, þar á meðal hérlendis til að hindra útbreiðslu bráðalúnabólgunnar. Ný farþegaferja Smyrilæn sem kom í fyrsta sinn til Seyðisfjarðar í morgun. Skipið 36.000 tonn og kostar 7 milljarða króna. Forstöðumaður húsafriðunarnefndar segir ástand Þjóðleikhússins til skammar. Nefndin afhenti menntamálaráðherra í dag leiðbeiningarrit steinuð hús og viðgerðir á þeim. Ögmundur Jónasson ætti að fást við breyttan veruleika í stjórnmálum í stað þess að gagnrýna þá sem lýsa honum, segir Svanur Kristjánsson stjórnmálafræðiprófessor. Og söngkonan heimsþekkta Nina Simone lést á heimili sínu í Suður-Frakklandi í gærkvöld, 70 að aldri. Og þá það íþróttirnar en Inter Milano og Juventus komist í kvöld í undanúrslit í meistaradeild Evrópu í knattspyrnu. Inter tapaði reyndar 2-1 fyrir Valencia en komst áfram með marki skoruð á útivelli. Juventus lagði hins vegar Barcelona 2-1 í framlengdum leik. Þá vann Leeds 2-0 sigur á Fulham í ensku úrvalsdeildinni. En 2 létust og tugir meiddust eða slösuðust þegar stuðningsmönnum tveggja liða laust saman helgina í Argentínu. Stuðningsmenn River Plate voru á leið frá Buenos Aires til Rosario á sunnudag þar sem leikur River Plate og Rosario fór fram. Á sama tíma voru stuðningsmenn Newell's Old Boys hins vegar á leið frá Rosario til Buenos Aires á leik gegn Boca Juniors. Rútur stuðningsmannanna mættust við vegatollstöð á leiðinni og brutust út hörkuslagsmál. Barist var með byssum auk þess sem kastað var grjóthnullingum með þeim afleiðingum að 2 létust og tugur manna meiddist eða slasaðist. 13 manns voru fluttir á sjúkrahús og hundruðir handteknir af lögreglu. Þrátt fyrir þetta fóru leikir liðanna fram. River Plate komst í 1-0 á 27. mínútu með marki frá Luis González. Á 57. mínútu bætti Fernando Cavegni við öðru marki fyrir River sem vann dýrmætan 2-0 sigur á Rosario í toppbaráttunni. Á sama tíma lék Boca Juniors sama leikinn gegn Newell's Old Boys. Sebastián Bataglia kom þeim í 1-0 á 37. mínútu og Raúl Esteves innsiglaði síðan 2-0 sigur Boca sem í öðru sæti deildarinnar með 25 stig eins og River Plate sem í efsta sæti deildarinnar en með hagstæðara markahlutfall. Meistarar Los Angeles Lakers unnu fyrsta leik sinn gegn Minnesota Timberwolves í úrslitakeppni NBA deildarinnar í körfubolta. Kobe Bryant skoraði 39 stig fyrir Lakers. Leikurinn fór fram á páskadag og páskakanínan hitaði upp fyrir leikinn með dansi í Target Center í Minnesota. Snillingurinn hjá Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, fór á kostum í fyrri hálfleik. Þá skoraði hann hvorki meira en minna en 29 stig fyrir Lakers. Þessi frammistaða var til þess að Lakers hafði forystu frá upphafi. Staðan eftir fyrsta fjórðung var 39-23 eða 16 stiga munur. Kevin Garnett var drjúgur fyrir Timberwolves í leiknum, hér minnkar hann muninn í öðrum leikluta, en þegar flautað var til hálfleiks var staðan 66-52 fyrir meistarana. Minnesota náði að minnka muninn í 8 stig, 68-60 í þriðja leikluta með körfu frá Joe Smith, en tröllið Shaquille O'Neal jók muninn skömmu síðar í 10 stig, 72-62. Í kjölfarið minnkaði Garnett muninn í 7 stig, en Kobe Bryant tók við sér í fjórða leikluta og hér kemur hann Lakers í 96-79. Eftir það var aldrei spurning hvort liðið færi með sigur á hólmi. Lokatölur voru 117-98 fyrir Lakers. Kobe Bryant skoraði 39 stig fyrir Lakers og Shaquille O'Neal 32. Annar leikur þessara liða fer fram á sama stað í nótt. Næstu fréttir í Ríkisútvarpinu á miðnætti á samtengdu Rásum útvarpsins en Karlakór Reykjavíkur syngur fyrstu styrktarfélagstónleika sína af 6 í Ými á morgun síðasta vetrardag. Söngstjóri Friðrik S. Kristinsson, einsöngvari Garðar Thor Cortes og undirleikari Anna Guðmundsdóttir. Við ljúkum þessum að Karlakór Reykjavíkur í kvöld, verið sæl.